Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 11. maí er 3. sunnudagur eftir páska og þema dagsins er vegurinn til lífsins. Í lektíunni skrifar Jesaja: Ég geri veg eyðimörkina og fljót í auðninni. Í pistlinum skrifar höfundur Hebreabréfsins: Göngum því út til hans, það er Jesú, út fyrir herbúðirnar, og í Guðspjallinu segir Jesús: Innan skamms fer ég til föðurins. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Jóhannesi 7. kafla og hljóðar svo: Innan skamms sjáið þið mig ekki lengur og aftur innan skamms munuð þið sjá mig. Þá sögðu nokkrir lærisveina hans sín á milli: Hvað er hann að segja við okkur? Innan skamms sjáið þið mig ekki og aftur innan skamms munuð þið sjá mig. Og ég fer til föðurins. Lærisveinarnir spurðu: Hvað merkir þetta innan skamms? Við vitum ekki hvað hann er að fara. Jesús vissi að þeir vildu spyrja hann og sagði við þá: Eru þið að spyrjast á það sem ég sagði? Innan skamms sjáið þið mig ekki og aftur innan skamms munuð þið sjá mig. Sannlega, sannlega segi ég ykkur, þið munu gráta og kveina en heimurinn mun fagna. Þið munu hryggjast en hryggð ykkar mun snúast í fögnuð. Þegar kona fæðir hún í nauð, því stund hennar er komin. Þegar hún hefur alið barnið, minnist hún ekki framar þrauta sinna af fögnuði yfir því að maður er í heiminn borinn. Eins eru þið nú hryggir, en ég mun sjá ykkur aftur, og hjörtun munu fagna og enginn tekur fögnuð þinn frá þér. Á þeim degi munu þið ekki spurja mig neins. Sannlega, sannlega segi ykkur, hvað sem þið biðjið föðurinn í mínu nafni, mun hann veita ykkur. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Kirkjuárið byrjar á aðventunni og tilhlökkun yfir komu frelsarans. Síðan fjalla textarnir ævi hans, kraftaverkin og boðskapinn sem hann færði okkur. Svo kom áfallið. Jesús var krossfestur, hann dó og var grafinn. Þá gerðist kraftaverk, hann reis upp, boðskapurinn endurnýjaðist fyrir lærisveinana og alla boðbera trúarinnar. Og nú erum við aftur á tímabili tilhlökkunar. Það var fyrst eftir dauða Jesú og upprisu að lærisveinarnir áttuðu sig á því að boðskapurinn sem Jesús færði okkur fjallar ekki þetta líf, heldur eilíft líf í ríki Guðs. Hver sunnudagur í kirkjuárinu hefur þema sem segir einmitt þessa sögu. Og þemað í dag er vegurinn til lífsins. Munið að Jesús sagði við Filippus: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Svo þema dagsins gæti eins haft yfirskriftina vegurinn til Jesú eða vegurinn til Guðs ríkis, því að allt lífið erum við á vegferð. Frá vöggu til grafar erum við sífellt að móta stefnu okkar og setja okkur ný markmið. Jesús líkti lífsgöngunni við meðgöngu og dauðanum við fæðingu til nýs lífs. Á lífsleiðinni, meðgöngunni, geta ýmsir erfiðleikar komið upp, en þegar í ríki Guðs er komið, segir Jesús, að þá minnumst við ekki framar þrauta okkar í jarðlífinu, heldur munum við lifa í fögnuði. Á þeim degi, segir Jesús, munið þið ekki spurja mig neins, því að þá höfum við öðlast áður ókunna þekkingu og skilning á frelsunarverki Guðs
og hjörtu okkar munu fagna. Á nokkrum stöðum í Guðspjöllunum nefnir Jesús þennan veg sem liggur til lífsins. Hann sagði gangið inn þrönga hliðið, því að hann þrönga hliðið og vegurinn. Jesús varaði lærisveinana ekki aðeins við því að hliðið væri þröngt, heldur sagði hann einnig að leiðin væri erfið. Fyrir lærisveinana var erfitt að brjótast út úr venjum og kenningum trúar og samfélags sem var samofið öllu í lífsmynstri þeirra. Þeir voru fæddir inn í samfélag sterkra hefða og það ekkert öðruvísi í dag. Við erum ekkert nema hefðir og venjur sem forfeður okkar hafa skapað. Þess vegna talaði Jesús inn í alla tíma, orð hans eilíf. Hann sagði að hliðið inn í ríki Guðs væri þröngt, ekki samt á þann hátt að kenningar hans eða breyttur hugsunar og lífsháttur væri svona erfiður. Heldur það svo margt í umhverfi okkar og menningu sem dregur athyglina frá trúnni. Það svo margt sem glepur hugan og núna á síðustu tímum hafa flestir það svo gott. Og já, velgengni þessa lífs verður til þess að Guð verður útundan hjá mörgum. Það krefst aga og þrautseigju af okkur til að halda trúfestu okkar svo við missum ekki sjónar af þrönga hliðinu og fylgjum Jesú inn það til að fá kórónu lífsins. Jesús sagði hver sem ekki með mér á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þetta eins og þegar peningi kastað, hann lendir á annarri hvorri hliðinni, með eða móti. Og tímarnir hafa ekkert breyst, alltaf fjölgar því í heiminum sem glepur hugan. Páll skrifar í öðru Þessalóníkubréfi, látið engan villa ykkur á nokkurn hátt. Og í Rómverjabréfinu skrifar hann, fylgið ekki háttsemi þessa heims, látið heldur umbreytast með hinu nýja hugafari og lærið svo að skilja hver vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Við lifum í kristna hluta heimsins, en af tæpum 8 milljörðum jarðarbúa talið að 85% þeirra fylgi einhverju trúarbragði. Rúmlega 1/4, 25% kristinnar trúar, svo að hinum megin á peningnum 3/4, 75% af mannkyninu. Og munið að Jesús sagði, sá sem ekki með mér á móti mér. Í lektíunni sem spádómur fyrir komandi tíma við hvött til þess að horfa fram á veginn. Minnist hvorki hins liðna né hugleiði það sem var. Nú hef ég nýtt fyrir stafni. Nú þegar vottar fyrir því, sjáið þið það ekki. Ég geri veg eyðimörkina og fljót í auðninni, segir drottinn Guð. Og myndmálið að án Guðs líf okkar snautt eins og eyðimörk. Trúin færir okkur brauð lífsins og lifandi vatn. En það reynist hverjum manni hægara sagt en gert að slá striki yfir það sem liðið. En okkur lofað að við verðum ekki metin eftir gömlum mistökum, heldur eftir því hvort trúin finnist í hjörtum okkar. Eins og segir í versi vikunar, ef einhver í Kristi hann nýr maður, hið liðna varð að engu, nýtt orðið til. Sá sem tekur trú ný sköpun, því að sá sem fæðist af anda Guðs Guðs barn. Það merkingin í því að vera frelsaður. Við erum frelsuð frá synd vantrúar,
en við berjumst áfram við gamlar venjur og hugsunarhátt vegna þess að við lifum og hrærumst áfram í sama umhverfi. Við lifum áfram við sömu hefðir og menningu. En staða okkar gagnvart Guði hefur breyst. Við erum í Kristi, ný sköpun. Því hann gerir veg eins og Lexían segir, Guð gerir veg lífsins í gegnum eyðimörkina og fljót, það er lífsins vatn að drekka í auðninni. Guð bjargar okkur úr eyðimörkinu og býr okkur stað í allsnægta ríki sínu. Pistillinn segir, göngum því til hans, það er til Jesú, út fyrir herbúðirnar. Því að hér höfum við ekki borg sem stendur, heldur leitum við hinnar komandi. Því að Jesús sagði að ríki Guðs er ekki af þessum heimi. Jesús sagði lærisveinunum að þegar hann kæmi aftur, myndu menn sjá mannssoninn koma í skýjum himins, í mætti og mikilli dýrð. Og Opinberunarbókin segir, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, stíga niður af himni frá Guði. Það er eiginlega nauðsynlegt fyrir hverja predikun að upplýsa hvert þema dagsins er, því hver predikun á að vera fræðsla, ekki skammir fyrir hvað misferst hjá okkur, heldur á hún að draga saman versin sem vísa hvert á annað, hjálpa okkur að skilja boðskapinn og segja ákveðna sögu, svo að við vitum hvað við séum að kljást við, hvað sé í veginum, hvað hjálpar okkur og hverju Guð lofar. Gleði okkar í Guði verður aldrei fullkomin ef við efumst sífellt að við séum nógu góðar manneskjur. Við verðum að fræðast hvernig við frelsumst. Okkur finnst sjálfsagt að læra á tölvu, síma og hinar ýmsu vélar og tæki til að þau nýtist okkur sem best. Og sama gildir Guðs orð. Hvernig ætlar Guð að frelsa okkur? Jú, við opnum veg fyrir hann að hjörtum okkar. Veg sem er opinn í báðar áttir. Þannig er þemað, vegurinn til lífsins er vegur Guðs að hjörtum okkar. Trúin merkir okkur þá Guði. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið, hann er dyrnar, brauð lífsins, lífsins lind og ljós heimsins. Hann er ljósið sem vísar okkur mjóa veginn í gegnum þrönga hliðið, inn í ríki Guðs. Vegna þess að við erum Guðs börn. Jesús sagði, óttast þú eigi, trú þú aðeins. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni, amen.